flytur þér þessa dagskrá. Míla, lífæð samskipta. Fyrsta umferð búin og önnur umferð hafin. Ég heiti Sif Pálsdóttir og verð hér að kynna ásamt Ingvar heiti ég. Fullorðinsflokkur kvenna á stökki og unglingaflokkurinn á tvíslani og hjá körlunum það unglingaflokkurinn á tvíslá og eldri flokkurinn á bogahesti. Byrja bara tvíslanu bara. Þetta eru yngri stúlkurnar sem eru hér á tvíslá og þær eru í upphitun þar sem þær fá að snerta tvíslana einu sinni áður en þær framkvæma í keppni. Það eru 5 stúlkur sem komast í úrslit á hverju áhaldi og það var keppnin í gær sem taldi inn á hvaða stelpur kemust inn. Þessar stúlkur eru að berjast að eignast rétt á að koma og keppa á Evrópumóti sem núna seinna í apríl. Þannig að sjáum við Hlyn Kristjánsson á bogahesti. Fína mikið Hlyn, klikkaði aðeins í lokin. Það var ekki alveg að klára hann afstöki, en hvað á hann ekki einhverjar fræga bræður? Jú. Í fimleikunum? 2. Týri Kristjánsson allavega hann þekktur hérna í gamla daga. Fyrirverandi Íslandsmeistari. Og svo það tvísláin. Þetta Sigurður Andrés frá Ármanni sem að keppa í unglingaflokki. Endar hérna á skrúi í afstöki, það frekar furðulegt. Já, ekki algengt að maður sjá það. Frekar að sjá 2 tellustökk hjá þessum. Jú, yfirleitt. En stelpunar eru ennþá í uppbytun að hita upp á stökkinu og tvíslánni. En gaman að segja frá því að það var Telma Rut sem var Íslandsmeistari í fjölþraut í gær. Það er mikið sem þarf að græja á tvíslunni, að hækka og lækka hjá hverjum einum. En nú er fyrsti keppandinn að gera sér tilbúin á tvíslá.
það var komið að Ásdísi Ósk Ástvaldsdóttir á Tvíslandi en hún að æfa í Noregi en samt með íslenska ríkisborgararétt og hún að reyna að komast í úlingaliði fyrir Evrópumóti. Fellur þarna í sólar upp í handstöðu. En það bara að byrja upp á nýtt, byrja að klára æfinguna. Hún þjálfuð af móður sinni Elínu sem gamall gerpilkona en hún endar hann að klára æfinguna sinna. Og næst sjáum við Ólaf á búðhesti. Mjög flott lína hjá honum. Fellur hann að búðhestinum sem eru svolítil mistök. En þeir fá örlítinn tíma til þess að láta smá meira magnísi og þurfa svo að byrja upp á byrjun. Já, fá einmitt hálfa mínútu. Fín æfingi Óla. Fyrir utan fallið. En næsta tvíslunni Freyja Jósefsdóttir en hún frá Björk. Hún líka í unglingaflokki og að reyna að komast að Evrópumót. Þá fær hún græna flaggi frá dómarunum og má byrja. Þá byrjar hérna á litlu flugi þar sem hún að grípa. Svífur svo hérna á milli rána. Hefur átt í smá erfiðleikum með að grípa rána en það tókst hjá henni núna en þurfti samt að stoppa aðeins. Og undirbýr sig fyrir afstöki. Hún gerir hérna tvöfalt tellustökk og lendir ágætis tvístáraæfing hjá henni. Og næstur að búast Íslandsmeistarinn Viktor Kristmánsson. Hann með mjög flott æfingu. Það hann sigur stranglegastur á búhestinum. Já, hann og bróðir hans. Mjög fína línu og mikið nærriðleika í sinni æfingu. Þetta hann á. Það þarf að halda sér upp á búhestinum. Jú. En Viktor vann Íslandsmeistaratitilinn í gær í fjölþraut. Já, í 9. skipti. 9. skipti í röð. Ég held ekki. Æ, kannski einhver Ég held að 8. skipti í röð. Vonandi hann klárir þetta núna. Já. Endar æfinguna vel.
næsta tvíslanni er Norma Róbertsdóttir en hún vann úlingaflokkinn í gær í fjölþraut. Virkilega flott hjá henni. Þetta er svona eina bestu stelpunum í úlingaflokki sem við eigum í dag. Og hún býr eftir merki frá dómarunum að með að byrja. En hún hefur staðið sig mjög vel á erlendi vettvangi. Hún komst í úrslitagólfi á Norður-Evrópumóti og lenti í 5. sæti sem er alveg glæsilegur árangur. Þó hún sé svona ung, þannig að hún á algjörlega framtíðina fyrir þessi stúlka. Hún er aðeins að fermast. Færum okkur bara yfir að búa hestinn, gengur betur á strákunum. Fáum að sjá Róbert Kristjánsson sem lenti í öðru sæti í fjölþraut í gær og er bróðir hans, Viktors. Það er bara að halda sér upp á búanum ásett þetta. Það mun að líklega stuna búa hestinn. Það sem allir bestu eru búin að falla. Þess að ef hann klárar þetta í gegn þá Ætti hann að vinna. Flott æfing. Og svo afstökkið. Glæsilegt. það er Norma byrjuð. Sjáum hérna seinni part af æfingunni. Alveg tilbúin æfingin þar sem hún þarf aðeins að stoppa og breyta gera hérna framrissa og svo afstökk. Fínt til Normu. Eldri stelpunnar eru á stökkinu. En í dag í úrslitum á stökki þurfa stelpunnar að framkvæma 2 ólík stökk. Og með ólíkum stökkum þá er átt við að helja stökki af hestinum þurfa að vera fram og aftur á bak. Og þá er Sara Glóð frá Ármanni sem er að fara að stökkva næst. Hún framkomur hérna Sukahara vinkla heljarstökk. Ágætlega framkvæmt hjá henni. Sara þarf að bíða þannig til dómararnir eru búin að dæma fyrir stökkið og það getur nú framkvæmt það seinna.
og hún framkvæmir yfirslag. Það er frekar auðvelt stökk en það er ekki margar stelpur sem eiga 2 ólík erfið stökk. Það þarf að eyða aðeins meiri æfingum í það að vera með 2 erfið stökk. En því að það er bara nóg að vera með 1 þegar maður keppir í fjölþraut. En Sigríður Bergþórsdóttir er hann mætt á tvíslana. Það er mjög ung stelpa, er að keppa á sínu fyrsta Íslandsmóti. Endar hann á fínu streiti á stökki. Hún er að gera bara auðveld æfingu en er að skila henni mjög vel. Strákarnir eru komnir á næsta áhaldi, þeir eru í uppbytun. þar sem við fáum smá stund að hita upp. Þetta er ungu strákur hann á Suðuráni sem heitir Valgarður Reinhardsson. Mikið efni. Virkilega, hann er svona stjarnan. Það mætti segja það. Hann er að fara að keppa á úlingamóti í Norrlandamót úlinga. Já. Það er Harpa Guðbrandsdóttir sem er að fara að gera framkvæma sitt seinna stökk á stökkinu. Já, gerir hann að Sugahara vinkla hælastökk. Það er framkvæmt. En næsta tvíslana er Jóhanna Rakel Jónsdóttir og hún er þjálfuð af pappa sínum sem er líka gamall fimleika maður. En Jóhanna lenti í öðru sæti í gær í fjölþrautinni. Gerir hann hopp yfir. Gerir svo fisk upp á efri ranna. Tókst í dag. Virkilega flott. Staldir upp í hans stöðu. Og hans afstökki eftir. Framger hann að streit með heitni skrúfu. Mjög flott hjá henni. Tókst allt í dag. Og þá komið að Suðuráni og það er hann Valgarð.
En hann einmitt með mjög fína æfingu. Þetta nýja æfing hjá honum. Gerir hana vel. Og svo afstökkið, hann með flott afstök. Og lendi það vel. Tvöfalt Elísabet heitir sko, og svona ungur. Já. Frekar vel gert hjá. Mjög flott í honum. Og hér séum við Magnús á hringjunum. Gerir mjög flottan gras hana. Gerir sína æfingu vel. Það var Telma farið sitt seinastökk. Sugahara með beinum líkama. Hún var að reyna hann að gera streit en hún er í vinklu í mjöðmum. Það kemur ljós hvað dómararnir segja við því. En það var hans ein stúlka eftir að keppa á stökkinu. Næstur Jónas á. En hann einmitt með mjög erfið. Byrja á flugi. Gerir það glæsilega. Smá skappur hérna. Tvöfald Elíastökk og lendir vel. Flott æfing hjá honum. Svo séum við Ólaf á hringjunum. Að ljúka við sína æfingu. Gerir það vel. Þannig að sjáum við Róbert á hringjum. Byrjar á Jónasson. Gerir það mjög vel. Og beint í stuðning.
klikkar smá þarna. Og svo í ástökið klára sinna ykkur vel. Og Sigurinn mættur Sindri Diego. Hann er akkurat fjölþrautameistari í úlingaflokki. Vann það í gær. Og fyrir núna í flugið. Gerir flottan catch-off. Þetta var útskott. Það var ekki frekar neðarlega. Hann var að fara upp í handstöði til að fá fullt gildi. Og Þannig að fellur hann. Hann datt yfir í handstöðu og var þá með allt annað grip heldur hann ætlaði að vera með. Hann er að missa takkið. En það er bara að fara upp og klára æfinguna. Og svo stökk, tvöfald stökk, samanbæði. Og þá sjáum við Íslandsmeistarann á hringjum. Og hann byrjar æfinguna. Byrjar á flugvél, missar hann ekki þetta? Og það er spurning hvað dómarinn segja. Og við svona Jónasson beint í flugvél. Glæsilega gert hjá honum. Flott aðeins hjá Viktoríu. Hann er með full erfiðleika, en það er spurning hvað dómarinn gera. En það var tvöldur streyti með heilliskrúi. Það sem er bara heimsklassa á stökk. Það var næst á Sigurunni Atli, sem er frá Ármanni. Hann byrjar sína æfingu. Sólvar upp í handstöðu. Nú sér framrissa. Eitthvað sem kallast veilerkip. Og undir svo fyrir afstökk. Gerir tvöfald stökk með beinum líka maður. En samt örlítið vinklar. Já, vinklar eru lítið í lokin. En klára sína æfingu. Gerir hennar vel. Stúlkurnar eru komnar á næstu áhöld og eru byrjaðar í uppbytun. Þar sem að yngri flokkurinn er á slanni og eldri á tvíslá.
En þá er það Agnes Súdó sem byrjar á tvíslani. En hún frá Ungverjalandi og keppir hann sem gestur og því hún ekki með íslenska ríkisborgararétt. Hér hann gengir í grip, flott. Hopp yfir í handstöðu og mó upp á. Sólarhringur í handstöðu og hans afstökki eftir og endar 1,5 skrúfu. Flott hjá henni. En hún keppir hann sem gestur á þessu móti því hún ekki með íslenska ríkisborgararétt en nú að fara að fá hann í október. Þá getur hún keppt fyrir landsliðið sem bara styrkur fyrir það. En hún var í öðru sæti, stigalega séð í gær, en fær samt ekki verðlaun þar sem hún aðeins gestur. En á slánni Andrea Orradóttir. Hún frá Gerplu. Hún var í 7. sæti í sama lög í gær. Slitt á stökki og slá. Hér hérna píró, smá ójafnvægi hjá henni. Arabastökk og dettur á slánni. Og svo afstökk. Og framkomið framstreit.
En það var Dóra Guðmundsdóttir sem að byrjar á tvíslani. Byrjar að gera hopp yfir. Gera svo afturbak með snúning, tekst hana hjá henni. Afturbak upp í handstöðu og í fisk, en nær ekki að halda og fellur því af tvíslani. Keppendur kannski smá þreyttir eftir keppdaginn. En þá fær hún, eins og sjá strákunum, 30 sekúndur til þess að láta nýja Magnúsi og byrja aftur. Endar á auðveldi afstökki, straight. Þannig á slanni er hún Freyja sem við sáum á hana á tvíslani. Hún gerir hérna skiptisplitt hopp. Og það er Róbert á stökki, en hann er eini keppandinn sem hann gæti 2 stökki í gær. Það er því svo eini sem keppir til úrslita. Og hann ætlar að reyna við mjög erfið stökk. Krisuka har með 2 skrúfu. Mjög fínt, lendið ekki alveg samt. Hún er ekki alveg að klára skrúfuna, kannski ekki alveg tilbúið stökk. Ekki alveg, en það er alveg að koma. Ja, flott að keyra. En skrítið að vera eini keppandinn á stökki. Já. Bara sjálfkrýndur Íslandsmeistar á stökki. Já, virkilega. En svona er þetta stundum. En Freyja er hér að klára slanna. Hún býr sig fyrir afstökk. Hún gerir hérna flikk með heilli skrúfu. Fínt hjá Freyju. Ungur keppandi. Það var Róbjartur á gólfi. Hér var flikkan handa flikk heljarstökk. Hann heljarstökk. Pressir upp í handstöðu, heldur ekki alveg handstöðunni. Fínan hávingil. Sýnir jafnvægi. Getur sliðleiki. Og svo síðasta stökkið. Sýna ykkur fínt. Seinna stökkið hjá Róbert. Hann þarf að framkoma eins og hjá stelpunum. Já, 2 mismunandi stökk. Gerir hér flott stökk, yfirslag fram, hægla með beinu líkama og hálfur skrúfu. Flottir Róberti. Lendir stökkið sitt vel. En það er Ásdís Ósk sem er næst á slanni. Hún var í 3. sæti á slá í gær. En datt á slanni 2 í gær. Það er svona hún á möguleika að standa sig betur í dag. Byrjar hérna á krafstökkun handa og lendir það vel. Og hliðarlega
en fellur á slánni. Og það er dýrt þetta slánni. Gerir hérna flikk í heljarstökk og dettur aftur. En það getur verið erfitt að halda sér upp á slánni þar sem sláin er aðeins 10 cm á breidd en svo er hún 5 metrar á lengd. Það er mikið öryggi sem þarf að vera til staðar til þess að tolla hann upp á. Það er píruett. Skipti splittstökk. Og svo afstökki eftir. Gerir hérna handalbar handa í lokin alveg. Split hopp. Beint í byssuhopp þar sem að hún fengi 2 upp í röð. Og svo kemur afstökki. Sem gerir arba straight inn á skrúfu. En Ásdís hefur verið að standa sig vel út í Noregi þar sem hún var efst í unglingaflokki í Noregi. Það var Sindri Diego á gólfinu. Já, búin að gera fína æfingu hingað til. Og svo lokast ekki. Gerir tvöldaskrúfu. Flott aðeins hjá honum. Gerir meirileika og gerir æfinguna vel. Það er Sigurður sem er komin á gólfi. Byrjar á arba straight með heilliskrúfu. Gerir svo 1,5 skrúfu með beinu líka maður. Það er twist. Og sýnir þannig að jafnvægi. Og endur á tvöldaskrúfu og gerir hérna vel. Flott aðeins hjá honum. En þá er það Jóhann Rakel sem er mætt á slanna. Byrjar hann á pressu. þar sem hún sýnir mikinn styrk og jafnvægi.
Gerir hérna flick, straight og lendir. Skiptir splitstökk. Byssu upp. Og svo split hopp. Gerir svo krafstökkun handa í örugga lendingu. Og svo handalum handa en dettur að sláni. Gerir hann að frammerir á öðrum fæti. Og svo pirouette. Og undirbýr sig fyrir afstökk. Það sem hún gerir flick og 1,5 skrúð. Og nú svo við Valgar ljúka sínum aðeingum á góli. En þá að Telma á tvíslana. Við erum erfiðu mómenti. Solar í Cacho. Virkilega flott hjá henni. Hopp yfir. Aftur bak upp í handstöðu. Beint í stalder. Og svo stalder Mó upp á Ronna. Framkvæmur svo risa með heilumsnúning. Örlítið fætur í sundur. Og svo hans afstökki eftir. Það sem gerir tvöfald vinkla hellistökk, lendir vel. Glæsilega ekki hann. En hún einn af fáum sem að gera svona erfiða tvístaræfingu þar sem hún að full kröfur sem að dómararnir gera. Þess að það er virkilega flott hjá henni. Það er aðeins ein stúlka að keppa á tvíslani. Domino. En keppnir eru á milli Telmu og Domino hver verður Íslandsmeistari á tvíslani. Telma var með hærri einkunn í gær en Domino gerði örlítil mistök. Þess að það verður spennandi að sjá hvort að Domino nær að gera flotta tvíslaræfingu og fá hærri einkunn í Telma. En það er Norma sem er tilbúin á sláni. Byrjar hérna á skiptisplitti og smá jafnvægisskortur, byssuhopp, hittar. Gerir svo framlega, lendir örlítið djúpt en er að bjarga sér. Og gerir svo aftur bak hellistökk, góð lending. Gerir pirouette. Gerir hérna flick, straight hellistökk. Örlítið bóknar fætur í loftinu og svo endar á framskúðu í hellistökki. En þá er það Domino tvísla. En það er Domino tvísla sem er síðasti keppandinn hjá stúlkunum. Byrjar hérna á uppstökki. Gerir risa með hálmsnúning. Gerir jéger. Öruggt grip. Gerir svo hopp í handstöðu.
aftur bak upp í handstöðu, Sólverk handstöðu og Mó upp. Dettur hann yfir í handstöðu sem eru dýr mistök. En hún heldur áfram. Gerir risa með heilum snúning. En dettur. Hún á aðeins afstökki eftir. Fer upp á tvíslana til þess að klára það. Reynir aftur risa með heilum snúning en tekst ekki. Hún klárar þá afstökk tvöföld skrúfa. Titlinum hann er að Telma líklegast tvíslana. En þá stelpunar að loki keppni á tvíslá og yngri stelpunar á slá og þá verða áhaldaskipti á þeim. Og það er Ólafur á tvíslani. Flott byrjun. Það er eitthvað sem kallast Mói. Gerir hann vel. Flottan Healy. Diamidov. Studs. Og svo er afstökkið. Gerir hann að töðalpæk. Gerir flotta æfing. Með flotta línu allan tíman. Alveg beint nýðin hann í pækinu. Já, smá bóinn. En það ætti að sleppa. Það er Sindri á bóðast. Fín æfing í honum, klárar hann vel.
samt ekki mikið erfiðleika. Og Hlynur mættur á tvíslana. Skemmtilegt að sjá Hlyn keppa sem hann kannski ekki að æfa á fullu með ykkur meistaraflokknum. Nei, mitt kom fyrir vikunni og ákvað að taka þátt. Svona hvað fimmleikarnir koma bara og mæta til leiks og keppa. Jú. Þannig að komast ekki fína ekki honum. Bara gera léttar æfingar en gera það vel. Gera það vel. Það er það sem skiptir máli. Það var að Hróbjartur á bóðhestinum. Flott lína á hann, alveg spennt nýjum. Svolítið mikið hik. maður er ekki alveg eins reynsli hjá yngri strákunum eins og hjá eldri. Nei, einmitt. Ekki alveg Það komið. kemur afsakið. Fína ekki á honum. En ekki mikið erfiðleika. Það vantar hans upp á styrkja á yngri strákunum að geta að fara að framkvæma þessar, Og sérstaklega á bóðhesti og ringjum. það sem vantar hann, þessi mikli styrkur Já. þarf að vera. Það er að Viktor. Og það er Viktor Kristmannsson á tvíslá. Hann er einmitt með heimsklassa tvíslá. Það er spennandi að sjá hana. Fyrir henni á basket. Gerir hann vel. Nýtt og beint í fremgip. Fremmelega stökk. Þegar smá vel að finna í. Fínan tippelt. Flotta stökk. Flotta hann kemur. Vantaði smá upp á. Heldur þetta skilur nú samt ekki Íslandsmeistaratitilum á tvíslá. Nú, ég býst við því. Þá er það Jóhann Sigurður á búðhestinum, kallaður Nonni. Fellur hann af Í einhver sem kallast Tjekki. Aldrei áfram. Og í ástökið pressar hann upp í hans stöðu. og klára sinna einhver vel. En Agnes Súdó er mætt á slanna. Gerir hann að örugt handa. Frammelega stökk á öðrum fæti og fellur á slanni. Gerir hann að flikk. Dettur af.
Hlíðarheljar. Það er einhver jafnvægisskortur hjá henni Agnesi í dag. Splitta upp beint í Björnsson. Það sem tengir tvö upp saman. Gerir hérna pírot með beinan fót upp. Og gerir svo afstökk hérna. Afstökk með 1,5 skrúfu. Og hann sem er Róbert á tvísláni. Búinn að gera mjög flott æfingu hingað til. Og bara afstekki eftir. Flott æfingu í honum. Spurning hvort hann komist yfir prófið sinn. Það var spurning. Við ætlum reynda með töluvert erfiðari æfingu en Róbert gerir sína mjög vel. Og lítið þetta. Taka frá. Já. Yngri stúlkurnar hafa lokið upphitun á gólfinu og fara að hefja keppni. Og það er Hildur Ólafsdóttir sem byrjar á gólfinu. Hún er frá Fylki. Fínar æfingar hjá Hildi, enda hann að hryggum 20, en hún er með frekar léttar æfingar, en skila samt sínu vel. Á slánni er Domino. Domino er frá Gróttu, en það er leiðilegt að sjá að Embla Jóhannesdóttir sem er einn úr Gróttu gat ekki keppt á Íslandsmótinu vegna meiðsla. Hún endar hérna á tvöldistreyti með heitu skrúfu. Hún er örugglega svolítið vonsvikin eftir svíslana sína.
En næsta gólfi Ásdís Birna Jónasdóttir. Það er verið að græja númerið á bakið á henni, hann á gólfinu. Þannig merkir frá dómarunum að með að byrja. Fínar æfingar hjá Ásdísi. Gerði þetta án stóra mistaka. Það var Dóra sem byrjuð á slanni. Byrjuð hérna að framkvæma skiptisplitt í afturbakkeglustokk. Dóra kom með 3. hæstu einkunn inn í úrslitin á slá. Gerir hérna flikk og í streit. Hér splitt upp beint í bishop. þar sem tengir 2 upp saman. Framkvæm píruvött með fótinn upp, sem töluvert erfiðara heldur en með fótinn niður eins og flestar stelpur gera. Gerir handalbúr handa, smá hjálpaðskortur þarna en að halda þessu upp á slanni. Gerir svo hliðarheljar. Og framskrúi í afstökk.
Annars sjáum við Óla á Sigrani. Búinn að gera mjög fína æfingu. Og undirvísir undir ástakið. Flott ástak hjá honum, ekki ofta maður sér 2-3 milli á Sigrani. Lettar aftur á bak. Og hefur hér með lokið keppni. En það er Jóhann Rakel sem er á gólfinu. Fínar æfingar í Jóhannu, gerði þetta slysalaust í gegn. En næst á slanni er Thelma Hermannsdóttir, Íslandsmeistarinn okkar. En hún var einnig með hæstu einkunn inn á öll áhöld. En við skulum fara okkur yfir á Svifrúna þar sem að Viktor Kristjánsson er að fara að framkoma sína æfingu á Svifrá. Flotta byrjun. Og þeir hérna í flugið. Katsjóf. Gera hann vel. Mjög örugt. Og fyrir núna í ástakið. Gerir tvöfalt, helja með heillir í skrú og beina líka maður. Flott aðeins hjá honum. Þá skulum fara okkur eftir Róslanda sem Thelma er að gera sínar æfingar. Hún byrjar á öruggu afstökki og gerir svo hérna flipp án handa. Gerir hérna skiptisplitt beint í byssuhopp. Gerir hérna aftur og viklað helgastökk. Hún lendir vel. Gerir öruggan píruett með fótinn upp. En Thelma er að framkoma mjög erfiðar æfingar. Hún er með háa uppásyngun vegna erfiðleikana sem hún gerir. Gerir hérna skiptisplitt með hálfum. Smá jafnvægisskortur hjá henni. Þannig að þetta er erfitt stökk að framkoma. Og svo afstökk. Og svo gerir framskrið með heitu skrúi. En það er Ásdís á gólfinu. Byrjar á tvöfaldu helgastökki.
Við skulum fara okkur yfir á Suðurána þar sem að Róbert ætlar að sýna okkur sínar æfingar. Hann er með mjög flott æfingu. Byrja hana vel. Gerir svo hérna útskot með hálfum. Háan og flottan. Gerir svo catch-off. Mjög öryggt í honum. Flott útskot. Og svo reddar aðslækið. Svo allt heljaslag með beinu líkama á heilri skrúfu. Glæsilega í honum. Þá erum við komin yfir á slána þar sem að Tinna Óðinsdóttir er komin. Gerir hérna flikkum í handa, lendir. En Tinna var í 4. sæti í gær í samanlögu og komst í úrslit á slag og gólfi. Og kom með aðra hæstu einkunninn á þau bæði áhöld. Gerir hérna heljarstökk, lendir vel. Skipti splittstökk beint í bysshopp. Fagmannstökkur lendir það. Og gerir svo frampæk. Lendir sinna æfingu eins og hún gerði gær. Og verður bara komin ljós hvort að þetta komin í 1. sæti eða annað. Þá er stúlkutan lokið við æfingum og slá. Og aðeins eitt keppandi eftir á gólfinu. En það er Norma Dögg, Íslandsmeistarinn frá því í gær. En við fáum að sjá hérna virkilega flotta æfingu sem hún framkvæmir hérna í 1. stökki. Þá fór hún garantlega ekki að byrja. Þetta er hana fram fyrir sig, en hérna var hann að framkvæma 2-falt fyrst. Heljarstökk. Hún kláði sinna æfingar Norma, en hún féll hana í 1. stökkinu, enda líka með erfiðustu stökk sem maður sér á gólfinu. Það hefur E-gildi, en hún detta hans fram fyrir sig, en glæsilegt hjá hann að vera að keyra þetta stökk. Það verður bara tilbúið fyrir Evrópumót. En hún er algjör gormur, þessi stelpa. Hún gerir hérna glæsileg 2-falt heljarstökk.
í æfingunum sínum. En þá hefur unglingaflokkur lokið keppni og aðeins fullorðinsflokkur kvenna eftir á gólfinu. Allir
en það er Agnes Súdó sem að byrjar á gólfæfingum. Byrjar á öruggu töldu hælustokki. Hér er það skemmtilegan brauksnúning á gólfinu. Fínar æfingar hjá Agnesi. Það verður gaman að sjá þegar að hún fær íslenska ríkisborgararétt og fær þá að vinna ykkur verðlaun hérna á Íslandi og fær einnig að reyna að komast inn í landsliði og keppa fyrir Íslands hönd á erlendum mótum. En það er ekki fyrir í október sem hún fær íslenska ríkisborgararétt og þá getur hún reynt við að komast í landslið. Það er Dóra Guðmundsdóttir sem er næst á góli.
Já, Dóra kláraði sínar æfingar ágætlega. Það lenti aðeins í ógöngum í annarri stökkseríu þar sem hún gerði arabeina hálfarskrúfu beint í framstreitt. Lenti frekar djúpt en komst hjá því að detta á rassinn. Næsta gólfi er Sara Glóð Jónsdóttir. Hún er frá Ármanni og hún komst í úrslit á stökkvagólfi. Hún fær núna að hefja sínar æfingar. Fínt hjá Söru, hún framkvæmir sínar æfingar vel.
Þá var það Dóminó á gólfinu og hún kom með 3. hæstu einkunn inn á gólfi. Fyrir það spildi hellistöki. Einu hálfskrúfa beint fram hellistöki. Já, hún klárar sínar æfingar slysalaust í gegn. En hún datt einu svona á kúlunni í gær. Þannig að spurning hvort hún fái hærri einkunn í dag eftir þessa framkvæmd. En þá er það Thelma Rut Hermannsdóttir sem er að fara að gera gólfæfingar. Og hún kom með bestu einkunn inn í úrslitin. Og ef hún framkvæmir sínar æfingar vel þá nær hún Íslandsmeistaratitlinum í gólfæfingum.
Já, þá hefur Telma lokið æfingum á gólfi, byrjaði virkilega vel á flottu tvöföldu pæk heljarstökki og glæsilegt að sjá hérna 2 heljarstökk tvisvar í æfingu þar sem hún gerir tvöfalt heljarstökk á eftir tvöföldu vinkluðu heljarstökki. Það ekki margar stúlkur sem eru að framkoma það erfiðar æfingar, en svo datt hún í framhjálparstökkinu eftir 2,5 skrúfu sem var leiðilegt að sjá, en hún lenti það glæsilega í gær. Hún með virkilega erfiðar gólfæfingar hún Telma og verður gaman að fylgjast með henni á Norðurlandamótinu. Og spurning hvort hún eftir að blanda sér í baráttu á því móti. En hún getur verið sátt með sitt mót hún Telma. Stóð sér virkilega vel í gær og glæsilega á öllum áhöldum. Og var búin að eiga góðan dag í dag nema aðeins óhöppin á gólfinu. En það var aðeins einn keppandi eftir sem Tinna Óðinsdóttir og hún kom með aðra hæstu einkunn inn á gólfi. Það var spurning hvort að hún ná að framkvæma flottar æfingar og nái kannski að verða Íslandsmeistari í gólfæfingum. Og þá fær Tinna græna flaggi, þannig að hún megi byrja. Virkilega fínar æfingar hérna hjá Tinnu. Lenti samt í smá ópi hérna síðustu stökkfrí þar sem hún þarf að fara út af gólfinu. En mjög glæsilegar æfingar hjá henni og virkilega gaman að fylgjast með þessari stelpu þar sem með virkilega fínar hreyfingar og útgeislun.
En nú hafa allar stúlkur lokið keppni á gólfæfingum og Íslandsmóti 2010 lokið. Viltu að ég tali? En heyrist það ekki bara svona aftur og aftur eða? Já. Mér fannst eitthvað hún heyra alltaf alveg tölvöld mikið henni eitthvað því að hún var að kynna næsta keppandi á golfi og svo kom ég eitthvað. Nú er það komið aftur.
stóru fyrir störf sín hér í dag og bið ykkur að gefa þeim gott klapp. Agnes Sútó búin að vera að keppa sem gestur hér á mótinu helgina og búin að standa sig mjög vel og erum við ármenningar mjög stolt af henni. Hún kemur einmitt frá Ármanni. Ég gefið gott klapp. Nú, það Þorbjörg Gísladóttir frá Tækninefnd kvenna ásamt Þorgerði Diðriksdóttur, formanni Fimleikasambands Íslands, sem afhenda verðlaunin hér í dag. Nú verða kynnt úrslit á einstökum áhöldum hjá ungleikum og við byrjum á kvennaflokki. Íslandsmeistari unglinga 2010 á stökki með 13,25 stig er Norma Dögg Róbertsdóttir. Í öðru sæti með 12,57 stig er Freyja Húnfjörð Jósefsdóttir. Í þriðja sæti með 12,25 stig er Hildur Ólafsdóttir Fylki. Til hamingju stelpur. Íslandsmeistari unglinga 2010 á tvíslá með 9,85 stig er Jóhanna Rakel Jónasdóttir. Í öðru sæti með 9,2 stig er Freyja Húnfjörð Jósefsdóttir. Með 8,8 stig er Norma Dögg Róbertsdóttir. Þá förum við á slá. Íslandsmeistari unglinga 2010 á slá er 2 stúlkur. Þær eru báðar með 11,9 stig og eru það Jóhanna Rakel Jónasdóttir Ármanni og Norma Dögg Róbertsdóttir Fylki. Og í þriðja sæti slá með 11,05 stig er Freyja Húnfjörð Jósefsdóttir. Til hamingju stelpur. Íslandsmeistari unglinga 2010 á gólfi með 12,5 stig er Jóhanna Rakel Jónasdóttir Ármanni. Og í öðru sæti 11,95 stig
Ásdís Ósk Ásvarsdóttir Bjartur. Og í 3. sæti með 11,65 stig Hildur Ólafsdóttir Fylki. Glæsilegt stefni. Og þá snúum við okkur að drengunum. Íslandsmeistari unglinga 2010 á gólfi. Augnablik, alveg að koma. Með 12,45 stig Sindri Steinn Leó Ármann. Og í öðru sæti með 12,35 stig Jón Sigurður Gunnarsson Ármanni. Og í 3. sæti með 11,55 stig Sigurður Andri Sigurðarsson Ármanni. Og þá förum við á bogahest. Íslandsmeistari unglinga 2010 á bogahesti með 11,65 stig Garðar Egill Guðmundsson Bjartur. Í öðru sæti með 10,2 stig Jón Sigurður Gunnarsson Ármanni. Og í 3. sæti með 10,15 stig Hróbjartur Pálmar Hilmarsson Bjartur. Til hamingju strákar. Íslandsmeistari unglinga 2010 á hringjum með 11,05 stig Alexander Jens Ásgeirsson Ármanni. Í öðru sæti með 10,9 stig Sigurður Andri Sigurðarsson Ármanni. Og í 3. sæti með 10,55 stig Sindri Steinn Davíðsson Leó Ármanni. Strákar til hamingju.
stökkið. Íslandsmeistari unglinga 2010 á stökki með 13,65 stig er Sindri Steinn Davíðsson Diego Ármann. Í öðru sæti með 13,225 stig er Alexander Jens Ásgeirsson Ármann. Og í þriðja sæti með 12,8 stig er Jón Sigurður Gunnarsson Ármann. Þá er það tvísláin. Íslandsmeistari unglinga 2010 á tvíslá með 12,4 stig er Sindri Steinn Davíðsson Diego Ármann. Í öðru sæti með 12,15 stig er Jón Sigurður Gunnarsson Ármann. Og í þriðja sæti með 12,05 stig er Alexander Jens Ásgeirsson Ármann. Og það var lokum þetta svigrá. Íslandsmeistari unglinga 2010 á svigrá með 10,9 stig er Atli Jasonarsson. Í öðru sæti með 10,2 stig er Jón Sigurður Gunnarsson Ármann. Og að lokum í þriðja sæti með 9,4 stig er Sigurður Andri Sigurðsson Ármann. Hamingju strákar. Og nú er komið að Íslandsmeisturum 2010 í kvennaflokki. Íslandsmeistari 2010 á stökki með 13,425 stig er Telma Rut Hermannsdóttir Bjarnarvík. Í öðru sæti með 12,75 stig er Dóra Sigurbjörg Guðmundsdóttir Bjarnarvík. Og í þriðja sæti með 12,25 stig er Harpa Dögg Steindórsdóttir. Hamingju stelpur. Þá snúum við okkur að tvísláni.
Fríslá með 11,3 stig er Thelma Rut Hermannsdóttir Bjartur. Í öðru sæti með 9,85 stig er Harpa Dögg Steindórsdóttir. Og í þriðja sæti með 9,55 stig er Birta Sól Guðbrandsdóttir Bjartur. Glæsilegt sterkur til hamingju. Íslandsmeistari 2010 á slá með 13,0 stig er Thelma Rut Hermannsdóttir Bjartur. Í öðru sæti með 12,4 stig er Tinna Óðinsdóttir Bjartur. Og í þriðja sæti með 12,25 stig er Dóra Sigurbjörg Runusdóttir Bjartur. Til hamingju stelpur. Og að lokum erum við verðlaun fyrir gólf. Íslandsmeistari 2010 á gólfi með 11,9 stig er Domino Milani Rokki. Og í öðru sæti með 11,4 stig er Thelma Rut Hermannsdóttir Bjartur. Og í þriðja sæti með 11,3 stig er Dóra Sigurbjörg Runusdóttir Bjartur. Glæsilegt sterkur til hamingju. Og að síðustu veitum við verðlaun í karlaflokki. Við byrjum á gólfi. Íslandsmeistari 2010 á gólfi með 13,85 stig er Róbert Kristmannsson Bjartur. Í öðru sæti með 12,95 stig er Ólafur Garðar Gunnarsson Bjartur. Og í þriðja sæti með 12,7 stig er Viktor Kristmannsson Bjartur. Til hamingju strákar.
2010 á Flórahesti með 13,75 stig er Róbert Kristmannsson Gertlu. Í öðru sæti með 13,25 stig er Viktor Kristmannsson Gertlu. Í þriðja sæti með 12,2 stig er Ólafur Garðar Gunnarsson Gertlu. Hamingju strákar. Og þá færum við okkur í hringina. Íslandsmeistari 2010 á hringjum með 12,45 stig er Ólafur Garðar Gunnarsson Gertlu. Í öðru sæti með 12,4 stig er Viktor Kristmannsson Gertlu. Og í þriðja sæti með 11,55 stig er Róbert Kristmannsson Gertlu. Hamingju strákar. Í stökki var einungis einn keppandi. Var það Róbert Kristmannsson með 14,95 stig. Til hamingju. Þá færum við okkur yfir á tvíslá. Íslandsmeistari 2010 á tvíslá með 12,9 stig er Róbert Kristmannsson Gertlu. Í öðru sæti með 12,5 stig er Viktor Kristmannsson Gertlu. Og í þriðja sæti með 12,25 stig er Ólafur Garðar Gunnarsson Gertlu. Glæsilegt strákar, til hamingju. Og að lokum er það svifráin. Íslandsmeistari 2010 á svifrá með 13,6 stig er Róbert Kristmannsson Gertlu. Í öðru sæti með 13,4 stig er Viktor Kristmannsson Gertlu. Og í þriðja sæti með 12,5
Glæsilegt til hamingju. Við skulum gefa sigurvegurum mótsins og öllum keppendum gott lag. Ég minni á myndir og úrslit á heimasíðu Ármenninga, ármenningar.is og við keppendur og áhorfendur að muna eftir að taka allt með sér. Ég vil fyrir hönd fimleikadeildar Ármanns og Fimleikasambands Íslands þakka keppendum fyrir mjög skemmtilega keppni og áhorfendum fyrir komuna, en þetta hefur verið skemmtileg helgi þar sem gaman hefur verið að fylgjast með keppendum. Nú bið ég alla að rísa úr sætum og stýta mótinu með fánakveðjum.